Góðan dag. Hér verður farið yfir helstu þætti námssamnings sem nemendur sem hyggja á skiptinám þurfa að skila með umsókn sinni og hvernig ber að fylla hann út. Athugaðu að margir reitir í námssamningsskjalinu eru merktir með númeri og vísa númerin í upplýsingar sem fylgja samningnum á öftustu blaðsíðu. Ef þú ert í vafa hvaða upplýsingum er verið að óska eftir, kannaðu hvort útskýring fylgi á öftustu síðu samningsins. Tilgangur námssamningsins er að nemandi fái samþykki deildarsýnar í HÍ fyrir því að taka ákveðin námskeið í samstarfsskóla háskólans og fá þau metin á feril sinn í HÍ að skiptináminu loknu, ýmist í stað skyldunámskeiða eða valnámskeiða. Í fyrstu línu setur þú upplýsingar sem snúa að þér, nafn, fæðingardag, ríkisfang og kyn. Í reitinn Study Cycle setur þú inn námsstigi sem skiptinámið fer fram á, samkvæmt flokkun Evrópusambandsins. Það er að segja level 6 ef þú ert í grunnnámi, level 7 ef þú ert í meistaranámi eða level 8 ef þú ert í doktorsnámi. Í reitinn Field of Education setur þú inn námsleitina í HÍ samkvæmt flokkun Evrópusambandsins, en þar er að ræða 3 til 4 stafa númer námsgreinarinnar. Flokkunina má finna á slóðinni sem vísað er í á upplýsingasíðu aftast. Í annarri línu setur þú inn upplýsingar sem snúa að heimaskóla þínum, HÍ, nafn deildarinnar, Erasmus-kóða háskólans, heimilisfang HÍ og tengilið í háskólanum vegna skiptinámsins. En það er starfsmaður skrifstofu alþjóðasamskipta sem tekur á móti umsókn þinni og metur. Í þriðju línu setur þú inn upplýsingar gestaskólann sem þú hyggst sækja skiptinám til. Ef þú ert óviss með heimilisfang, tengilið eða annað, kemur það ekki að sök. Á síðari stigum umsóknarferlisins kemur gestaskólinn þinn til með að undirrita námssamninginn og getur þá fyllt inn þá reiti sem hafa verið skildir eftir auðir. Þú verður þó að gæta þess að heiti skóla og Erasmus-kóði sé réttur. Upplýsingar heiti og Erasmus-kóða samstarfsskóla HÍ finnur þú á heimasíðu skrifstofu alþjóðasamskipta. Athugaðu að skólar innan Norplus hafa einnig Erasmus-kóða. Í töflu A byrjar þú á að setja áætlað námstímabil við gestaskólann. Þú fyllir svo töfluna út með því að lista upp þau námskeið sem þú hefur áhuga á að taka við gestaskólann, en upplýsingar námskeiðin verður þú að finna á heimasíðu skólans. Að öllum líkindum verður þú að styðjast við kennsluskrá skólaársins á undan, enda kennsluskrár komandi skólaárs að jafna ekki tilbúnar þegar nemendur HÍ hefja umsóknarferli skiptinám. Afar mikilvægt er að upplýsingar fjölda ECTS-eininga séu réttar, en ekki kemur að sök ef þú hefur ekki upplýsingar kóðanámskeiðina, svo fremur sem heiti þeirra komi skýrt fram og gott er að meðfylgi hlekkur á kennsluskrána, svo auðvelt sé fyrir deildin að fletta upp upplýsingum námskeiðin sem þú vilt taka við gestaskólann. Fyrir neðan töflu A ertu beðin að leggja mat á færni þína í því tungumáli sem námskeiðin í gestaskólanum eru kennd á. Upplýsingar skalann sem þarna er notaður finnur þú á upplýsingasíðunni aftast. Tafla B er fyllt út af deildinni eftir að þú skilar inn samningnum til samþykkis. Alþjóðafulltrúar eru starfandi á hverju sviði og stundum er fulltrúi í hverri deild ákveðins sviðs. Þú getur fundið þinn fulltrúa á heimasíðu skrifstofu alþjóðasamskipta undir dálkinum skiptinám, en einnig má finna hlekk á tengiliðalistan á upplýsingasíðunni aftast. Ráðlegast er að skila námssamningnum þínum til tengiliðsins, en viðkomandi getur svo komið skjalinu til þess aðila innan deildar sem ber ábyrgð á að meta og samþykkja námskeiðsvalið. Fulltrúi deildar tilgreinir í töflu B hvernig námskeið í töflu A verða metin í HÍ. Ef engar athugasemdir eru gerðar við námskeiðavalið er hægt að undirrita samninginn. Í kassanum neðst á fyrstu blaðsíðu er gert ráð fyrir 4 undirskriftum. Sú fyrsta er undirskrift þín. Þar á eftir kemur undirskrift Responsible Person, en það er undirskrift þess sem ber ábyrgð á að samþykkja námskeiðavalið. Þar á eftir er undirskrift International Coordinator eða alþjóðafulltrúa sviðs eða deildar. Athugið að í sumum tilfellum er Responsible Person og International Coordinator sami aðili og í þeim tilfellum má sleppa 3. undirskriftinni. Starfsmenn deilda upplýsa þig þetta. 4. og síðasta undirskriftin er undirskrift fulltrúa gestaskóla, en þú kemur ekki til með að fá þessa undirskrift fyrir umsóknarfrestum skiptinám í HÍ. Þetta skjal er sent út til undirritunar eftir að umsókn skiptinám er samþykkt af starfsmanni skrifstofu alþjóðasamskipta og umsækjandi hefur verið tilnefndur til gestaskóla. Önnur blaðsíða námssamningsins er eingöngu fyllt út ef umsækjandi þarf að breyta námskeiðavalinu sínu við gestaskóla síðar. Afar mikilvægt er
að þú fáir allar breytingar frá upprunalegum námssamningi samþykktar af deildinni til að tryggja að þú fáir skiptinámið metið að fullu við heimkomu. Ef eitthvað er enn óljóst með námssamninginn er þið velkomið að hafa samband við skrifstofu alþjóðasamskipta. Takk fyrir.